Þið hafið talað að þetta Icesave-mál væri það sem truflaði afgreiðslu Íslandsmálsins hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Er það tryggt að það mál færi núna í gegn eða er eitthvað fleira? Skilaboðin frá sjónum virðast vera dálítið misvísandi og það vanti hérna upplýsingar og fleira í þeim dúr. Nei, það er ekki rétt að vantar einar upplýsingar. Það sem hefur vantað var það að ganga frá fjármögnun frá öðrum. Það var aðalega það sem að stóð á. Nú teljum við að sá þáttur málsins sé það langt komin að það hefði ekki að tefja málið. Og þetta sé komið sérst á það stig að það sé hægt að afgreiða, en það er það náttúrulega ekki til álitsauka fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn að mál sem þetta, sem er komið þetta langt, dragist í fleiri vikur. En hvað gerist ef þetta verður ekki afgreitt í næstu viku? Hvað gerist ef þetta verður ekki afgreitt í viku? Hvernig verður ástandið hérna þá? Það verður náttúrulega ekki gott, en við munum að sjálfsögðu lifa það af, en ég trúi því nú ekki að þetta dragist með þeim hætti. Það ætti ekki að vera nein ástæða fyrir því að dragast lengur. Ef að það er komin fjármögnun hjá okkur og allir þessir aðilar í Evrópu sem hafa ljáð máls á því að taka þátt í fjármögnunni gera það vegna þess að samningarnir við Bretana og Hollendingana séu komnir á rekspöl, þá sjáum við ekki eftir að vera nein hindrun fyrir því að þetta sé afgreitt hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Heldur fyrir allnokkrum vikum, það er búið að segja býsna lengi að þetta sé alltaf koma að gerast á morgun eða hinn. Hafið þið eitthvað fyrir ykkur í því að þetta verður að tekja fyrir? Við höfum fyrir okkur í því. Já, Ingibjörg, þú nefndir í hádeginu að þetta væri hugsanlega 640 milljarðar króna sem að brúttó sem við varum að axla ábyrgð á. Hverjar voru upphaflega kröfur Breta? Hvað vildu þeir að við axluðum mikið? Og hins vegar, fyrir í dag og í gær voru miklar væntingar til þess að þetta myndi klárast og yrði boðuð lausn eða niðurstaða hér og nú. Hvers vegna er það ekki komið eitthvað upp á? Nei, fyrst varðandi Bretana, það var náttúrulega upphaflega krafan sú að það væri, við myndum bera ábyrgð á öllum innistæðunum, hvort sem að það voru lágmarksupphæðirnar eða umfram það. Og það voru náttúrulega einhverja drápskrifjar sem við höfum ekki getað axlað. Ég man ekki hvað tölur menn voru að tala um í því sambandi, voru ekki einhverja 2000 milljónir. Þegar við göngum frá samningunum við þessi lönd, þá munum við ekki skrifa upp á eitthvað sem við fáum ekki undir risið. Það er aðalmálið í þessu. Mari Sigrún. Aðstofamaðurinn þinn, Ingibjörg, sagði við okkur í hádeginu í dag að Ísland hefði gjörsamlega einangrast frá alþjóðasamfélaginu vegna þessara Icesave-mála og ekki bara einangrast, heldur hreinlega verið lagt í einelti. Geturðu lýst því eða þið fyrir okkur hvernig þetta birtist, hvernig þið finnið fyrir þessari stöðu? Ég finn nú ekki fyrir eineltinu, ég get nú ekki sagt það, en auðvitað höfum við einangrast þegar þessi gætt að öll ríki Evrópusambandsins, 27 tölu, eru sammála það að við verðum að leysa Icesave-málið til þess að þau séu tilbúin til að koma að fjármögnun þessara áætlunar okkar og þegar ríki innan Alþjóðagjaldeyrissjóðsins telja að það sé forsenda, þá eru þetta ekki margir sem eru tilbúni til að fallast á okkar lagarök eða okkar málatilbúnað og við verðum auðvitað bara að horfast í augu við það að þarna dug ekki bara einhver lögfræðileg rök og einhver lögfræðileg orðræða, en þau þarf að leysa málin eftir pólitískum leiðum og það er það sem við erum að gera. Ég vildi bæta því við að þegar að afgreiðslan verður gengin hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að þá munum við væntanlega halda annan fund og kynna þá viljayfirlýsinguna sem við höfum gefið út, hún verður þá gerð opinber og það verður opnuð sérstök heimasíða þar sem að gerði grein fyrir því málin. Ég held að þú sért næst. Já, mig langaði að spyrja varðandi nú eru fyrirhugað á morgun enn mótmælin. Ég var bara að velta fyrir mig hvort að þið tækju þessar mótmælur hreinu til ykkar og hvernig? Ég get svarað því að sjálfsögðu tökum við mark á þessum mótmælum og við skiljum alveg reiði fólks og hún verður auðvitað að leita útrásar og hún verður auðvitað að koma fram með einhverjum hætti og þetta finnst mér ekki óeðlilegt við þær aðstæður sem að núna eru og það eru auðvitað á ýmsum sviðum sem fólki finnst að svör séu óljós. Nú, við erum auðvitað að bíða eftir Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og það er eitt af því sem að ég held að skapi mikið óöryggi hjá fólki að það mál skuli ekki vera komið í höfn. Ég held líka að það sé mjög mikil óþægindakennd sem eftir samfara við stöndum í illdeilum og séum að tróða illsækir við nágrannalöndin okkar og að fólk finn ekki fyrir því að við eigum góðan stuðning og vináttu vísa. Við erum því miklu vanari
að eiga góðan stuðning og góða vináttu. Þannig ég held að allt þetta fari mjög illa í fólk og eins þetta fólk að skoða sitt eigið heimilisbókhald og veit ekki alveg hvernig framtíðin verður hjá því. Og þess vegna vorum við nú meðal annars að kynna þessar aðgerðir sem lúta að hag heimilanna. En ég get mæta vel skilið það og ég ber fulla virðingu fyrir öllu því fólki sem núna að róa ákveðin lífróður í sínum eigin málum. Það auðvitað réttur hvers manns að mótmæla í lýðræðisþjóðfélagi eins og því sem við búum í. Við virðum það og ég skil mæta vel sárindi hjá fólki, gremju, reiði út af því ástandi sem upp komið. Auðvitað maður sjálfur öskur reiður yfir því að þetta skildi hafa farið svona og að bankarnir hafi ekki staðist áhlaupið frá alþjóðlega fjármálafellibilnum sem gekk hér yfir. Það auðvitað mjög gremjulegt. En við treystum því að mótmæli verði friðsamleg hér og gerum engar athugasemdir við þau. Þú ert næstur. Ingibjörg, varðandi því sjálfstæðismenn lýstu yfir í dag að þeir ætluðu að fara að stofna sérstaka nefnd til þess að fjalla með Evrópumál. Mér langaði að heyra svona þína skoðun á þessu og eitthvað til í þeim orðrómi að Samfylkingin hafi stillt sjálfstæðismennum upp í vegg í þessum málum? Ég ekki vön því að stilla fólki upp í vegg. Ég vön því að eiga góða samræður við fólk og leita lausna. Ég tel að það sé farsælast. En hver þín skoðun á þessari Evrópunefnd? Finnst þér það skrifið rétt á? Já, það finnst mér sannarlega. Það hefur framkoma Evrópusambandsþjóðanna sem þú varst að lýsa á hann breytt afstöðu þinni gagnvart sambandinu? Nei, hún hefur ekki gert það. Ég get alveg sett mig í spor þessara þjóð og ég skil alveg hvaða hagsmunir eru undir, hvaða hagsmunir eru í húfi þeirra megin frá. Því að þeir eru auðvitað að horfa til fjármálakerfisins á 500 milljón manna markaði og telja að hans geti verið í hættu. Og ég get alveg skilið þau sjónarmið og þeir vilja ekki búa til þessa réttaróvissu. En hitt tel ég líka alveg jafn ljóst að Evrópusambandið þurfi á komandi misserum að takast á við þessa breytingu á þessari reglugerð sinni vegna þess að ef að fjármálakerfið orðið eitt á þessu evrópska efnahagssvæði þá þyrfti í rauninni líka að minnstakosti innlánstryggingasjóðirnir hjá þeim bankastofnum eða fjármálastofnum sem eru ekki bara að takmarka við eitt þjóðríki að vera sameiginleg og ég næri vissum að það með vera tekið á því á vegum Evrópusambandsins. Aðeins út af þessari spurningu hér þá hefur enginn stillt neinum upp við vegg í þessum málum. Sjálfstæðisflokkurinn tekur sínar ákvarðanir sín innri mál og sína innri vinnu á sínum eigin forsendum. Sama gerir Samfylkingin. Við ætlum að endurmeta eins og við höfum lofað þjóðinni hvernig hagsmunir liggja í þessum Evrópumálum. Hefur eitthvað breyst frá því að við tókum afstöðu til þess á síðasta landsfundi? Það hefur náttúrulega margt breyst hérna á Íslandi. Hvað áhrif hefur það á mati gagnvart Evrópu? Eitt atriði sem skiptir máli í því auðvitað það sem við höfum séð undanfarna daga varðandi þá hörku sem Evrópusambandi sýnir í málum sem þessum. Það hlýtur að vera innlegg í þetta allt. Sölvi og svo þú. Það var talað mótmælinn áðan. Þið segir skilja reiðina og þessi réttur að mótmæla en haldið einn einasti maður hætti við að mótmæla morgun út af því að sjálfstæðisflokkurinn ákveður að skipa nefnd og þessu sem þið segja hérna þurfum við ekki að gera eitt að þrennu tilkynnum aðild að ESB skipt út stjórnin í Seðlabankanum eða skipt einhverjum út í ríkisstjórninni til þess að fólk trúið því að sé hvað gerast. Ég get ekki svarað þessum spurningum neitt betur en þú sjálfur. Ég veit ekkit hvaða mótíf. Það er ómögulegt að ráða í það hvað hver og einn er að hugsa þegar hann gengur út á mótmæla. Og það vallar það einhvert eitt atriði ef einhver ráðherra fær út úr ríkisstjórninu og annar kemur í staðinn. Ég veist að það breytti miklu. Aðalatriðið er það að fólk skilji það og skynji að við höfum hér vald á þessari atburðarás og erum að vinna hér baki brotnu til þess að koma til móts við þarfir heimilana, við þessar aðstæður sem skapast hafa, við þarfir fyrirtækjana sem mörg hver eiga í varnarbaráttu og svo þurfum við að glíma við stóru vandamálin sem að lúta að okkar þjóðarbúskap í heild sinni. Og það er það sem við ætlum að gera með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Þú næst. Ég má aðeins svara þessu af því ég held að það sé ekkit eitt atriði sem getur sefað þessa reiði sem hjá mörgum og þennan óróleika og þennan ótta. Ég held að það sé ekkit eitt atriði sem það geti gert. Það sem að getur helst gert er að fólk fái fulla trú á því að við sem erum í stjórnvölinn, að við séum að vinna okkur í gegnum þennan
haug í rauninni sem við stöndum andspænis, sem stór og mikill og erfiðir viðureignar og við séum að gera það af krafti og trúmennsku og verjum öllum okkar kröftum til þess að vinna okkur eins og ég segi gegnum þessi mál. Ef að fólk trúir því, þá held ég að það sé við ótta. Nei, það kann vel að vera. Já, Geir, þú nefndir hérna áðan að það hefur verið hætt við fyrirhugað loftrýmiseftirlit Breta. Er það tengt þessari deilu vegna Icesave-reikningana og ef svo er það þá ekki bara eins og olía á eldin í þessari deilu? Það er hætt við þessar æfingar af ástæðum sem að NATO getur best útskýrt. En ég tel að það sé það heppilegasta í stöðunni úr því sem komið að þessum æfingu verið frestað. En það er NATO sem tekur þá ákvörðun og við náttúrulega virðum hana bara og ég held að það sé ekki hægt að tengja það neitt við þessa reikninga í Bretlandi. Heiðar, þú næstur og svo Andrés. Já, ég ætla að spyrja nákvæmlega sama. Gentleman in the back there, you want to ask a question now? Just a moment, please. Ég ætla þá að spyrja út í þennan aðgerðarpakka. Er þetta varanlegar breytingar eða er þetta bara tímabundið til þess að bregðast við ástandinu akkurat núna? Það misjafnt, sumt að því varanlegt, annað tímabundið. Kannski verður eitthvað af því sem hugsað sem tímabundið gert varanlega. Við vitum það ekki ennþá. Er búið að reikna kostnað? Já, það er búið að reikna út kostnað við þetta því að við getum ekki samþýtt svona að þess að hafa hugmyndir kostnaðin af aðgerðunum og það eru kannski í þessu sambandi má nefna með barnabæturnar að nota þær ekki lengur til að greiðslujafna við skuldir, útistandandi opinberar skuldir. Það er líklega milljarður sem það getur haft áhrif á greiðsluflæði hjá ríkissjóð. Svo er þetta kostnaður vegna húsnæðisþáttarins, vísitölu, breytingur á vísitölunni og það er kostnaður sem fellur fyrst og fremst á Seðlabankann. Mánaðarleg útgreiðsla barnabóta yrði varanlega aðgerð til dæmis. Það er ekki víst að skuldajöfnun barnabóta á móti sköttum verði varanlega gert. Þannig að þetta er svona ýmsa vegu, Andrés. Mér langar að spyrja vegna þess að nú er þetta fullkomnasta regluverk heimsins í þessum mikla málafluggi að það hefur reynst vera svona stórkostlega meingallað og skaða okkur mjög. Og við bæta síðan þessi óvinnættu viðbrögð frá ESB. Ef Evrópusambandið skildi nú ekki vilja laga þetta regluverk jafnhratt og að óskum Íslendinga, kemur þá til greina einhver viðbrögð okkar hálfu eins og einfaldlega að ganga úr EES? Ég held að það væri nú kannski full öfgakennd viðbrögð en við munum ekki láta þessa stöðu koma upp aftur sem að gerðist hér í þessum bankamálum. Getum við varið okkur? Já, þetta er alveg rétt hjá þér að það var farið í einu og öllu að reglum Evrópska efnahagssvæðisins. Þær reglur verða alveg áreiðanlega endurskoðaðar. Mér fætti þetta ekki ólíklegt að í staðis að vera með tryggingasjóð í hverju landi fyrir sig yrði búin til sameiginlegu tryggingasjóður fyrir svæðið í heild sinni, þá hefðu við verið þar og ekki lent í þessari stöðu og við munum geta réttar okkar gagnvart því ef slík breyting verður gerð. En þetta kerfi er ekki hannað fyrir litlu löndin, sérstaklega ekki ef þau eru með stóra banka. Þetta er eins og margt annað hannað fyrir stærri löndin og er meingallað, það er hárrétt hjá þér. Þessar aðgerðir sem þið kynntu til hjálpar fjölskyldunum í dag verast fela í sér viðurkenning á því að stór hluti þeirra verði jafnvel gjaldþrota á næsta ári. Þið hljótið þá að hafa einhvers konar stöðumat, þar að segja hver verður staða vísitölu fjölskyldunar mitt næsta ár með þær forsendur sem þið hafið til grundvallar. Það er engin viðurkenning á því í þessu að stór hluti fjölskylduna verði gjaldþrota á næsta ári. Ég meina, það er vonandi verður það ekki þannig og það er ekki enga tölur sem segja okkur það en við erum auðvitað að reyna að létta undir með fólki. Við vitum alveg að róðurinn þyngist hjá fjölmörgum. Það er ekki þar með satt að fjölskylduna lendi í þroti en það þyngist róðurinn og við erum að reyna að létta undir með fólki með þessum Þið hljótið að hafa lagt einhvern mat á hvar almenningur verður staddur fjárhagslega. Við vitum að það eru náttúrulega því miður margir að missa vinnuna og þá missir fólk þær tekjur sem það hefur lagt ykkur grundvallar í sínu heimilisbókhaldi gagnvart skuldum. Vísitalan er að hækka heilmikið og samar að segja gengistengd lán og það er þetta sem við erum að bregðast við og það á ekkit endilega bara við þá sem hefðu kortið farið í gjaldþrot. Þetta á við miklu fleiri. Þetta er hugsað til þess að létta undir almennt með heimilónum í landinu. Nú tökum við síðustu spurningur á íslensku og svo nokkrar á ensku. Ég er eina spurningu, það var talað hérna eins og Sölvi talaði það eru fyrirsjáanleg gjaldþrot heimilanna, það er mikil reiði í samfélaginu, fólk er að
koma þúsundum saman á Austurvöll til þess að mótmæla og meðal annars krefjast breytinga. Það hefur engin breyting orðið hjá Seðlabankastjórn, þar sitja sömu menn. Í bönkunum sitja sömu menn og sátu áður en bankarnir hrundu í helstu lykilstöðum. Það eru sömu ráðherrar sem sitja í ríkisstjórninni. Fólk ekki að skynja þessar breytingar. Verðið ekki að bregðast við þessar reiði almennings og síðan langar mig líka þess að vita auðvitað hvað kostar þessi pakki sem þið eru nú að boða? Já, það ekkit það að segja frekar en það sem utanríkisráðherra upplýsti áðan. Það hefur verið metið hvert fyrir sig, við erum ekki með það, sumt það þessu kostar nú ekki neitt, eru bara fyrirkomulagsbreytingar en sem samt eru til hagsbóta fyrir fólk. Í staðis að borga barnabætur og 3 mánaða frest og gera það mánaðarlega, þá tapar ríkissjóðum einhverjum vaxtatekjum. Það ekkit stórvægilegt. Nei, ég veit ekki hverju vilt að við svörum frekar það hvort að einhverjir þurfi að hverfa af vettvangi vegna reiði fólks. Sko, við verðum þá að líka vera með eins og ef við erum að horfa bara á ríkisstjórnina sem stendur náttúrulega okkur nærri, þá verður við að vera einhverjar rökstuddar ástæður fyrir því af hverju einn frekar en annar á að hverfa vettvangi vegna þess að við erum ekki að gera út bara gladiatóra sem við ætlum að henda fyrir ljónin. Það augljóst að peningastefna Seðlabankans hefur mistekist hrapallega með þeim afleiðingum að nú horfa margar fjölskyldur fram á gjaldþrot. Þetta eru fullyrðingar sem þú ert með hérna sem sko... Þetta ekki fullyrðingar sem hagfræðingar hafa verið að Við þurfum ekki endilega að taka afstöðu til á fundi sem þessum. Við höfum bæði lýst okkar sjónarmiðum í þessu máli og þar við sitjum í augnablikinu. Let's have a question from the Wall Street Journal. Could you give a brief summary in English of the reasons for the cancellation of the military exercises and to give an update on ISAVE? Well, maybe I can say a few words about the military exercises. This is a NATO decision and probably an appropriate one given the circumstances and we respect that. We of course have been in contact with NATO, but this is something that they have decided that is the best decision under the circumstances. Did you ask NATO for this cancellation? No. Who asked then? Who asked? Well, we are in regular contact with NATO. We have an ambassador at NATO. We consult regularly and evaluate different situations. And this is what came out of this particular situation. And we're not cancelling, and they are not cancelling, the air policing program altogether. It's just this one part of it. This came out of consultation with them, and we of course told them about the debate here in Iceland. That we had both had a discussion in the parliament, in the group, the presidential group of the parliament, where people were worried because of these exercises here in December, and we know the general feeling among the public about this, and we have of course told them about this. And this is their decision after these consultations. So you could say that they have evaluated the political and also the economic situation here, because we have also asked for a cost reduction on our part. So there we are. Did you? Is there an update on ISAVE? Has anything changed in the past day or so in your negotiations with the British government and the Dutch government? Actually, we're now talking to the European Union on their behalf through the French presidency. I think we've made some progress, and I think that soon that we can sit down and actually negotiate an agreement, and hopefully what we are doing exactly today and yesterday will lead to a decision at the IMF right after the weekend, we hope, on the loan package that we've agreed on. And I think it's about time that the IMF finishes that item on its agenda. It's not very fortunate, not for them, not for us, not for the European Union, to have this issue hanging unresolved any longer. Thank you. Did you have something? Jeg er fra Stød 2 i Danmark, og jeg taler bare pinligt islandsk. Skal det så være på dansk? Ja, tak. Så vidt jeg forstår, har præsidenten kritiseret en række nabolande for ikke at komme Island til undsætning i denne situation, deriblandt Danmark. Er det en kritik, som den islandske regering står bag også? Vi kommenterer ikke det præsidentens udtalelser. Og specielt ikke noget, han siger privat. Hvad er holdningen i den islandske regering? Angående Danmark, om danskerne vores venner eller ej,
Det måske kan man bedst svare med det, at vi lavede en undersøgelse i Udenrigsministeriet i sidste år, og spurgte islændingerne, hvem er vores bedste venner. Omkring 45% sagde danskerne, 40% sagde færøerne. Så vi kan sige, at 85% af islændingerne, de anser de 2 nabolande som vores bedste venner. Jeg tror ikke, det her er forandret. Så de danske fly på Keflavik, det bliver ikke aflyst? Nej, nej. Det regner jeg ikke med. Det er ikke blevet aflyst. More questions, yeah. I'm Jim Landers of the Dallas Morning News. I wanted to ask about your budget for next year. Are you planning to cut across the board? Are you trying to protect certain areas like education so that when you come out of this crisis, you'll still be in good shape in terms of your human capital? Let me give you some background before I answer your question. We have been collecting surpluses for several years on our government accounts. So we have a reserve. This reserve we can use to finance the deficit for next year. Clearly, we will have a substantial deficit in 2009, much more than we had suggested and proposed in our budget, which was made public on October 1st. We are in the process of working out the new numbers on the basis of the backlash that we are experiencing. Clearly, there will be a big drop in GDP. There will be a big drop in the government's income, revenue, tax revenue, and so on. And we need to make an assessment. How much can we accept as the deficit for 2009? How much do we need to adjust the expenditures to meet this change? This is what we are going to do now between now and Christmas. And this, of course, is relevant as far as the IMF package is concerned. But what is more important as far as that package is concerned is the period from 2010 to 2013. Because during that period, we are planning to change this deficit into a structural surplus. And I think that's very important. The year 2009 will be an aberration. It's a very abnormal year. We're going to deal with it in that manner. And of course, we're not going to cut any of the basic programs that we are financing through our budget, such as education. I am confident that once we get through the crisis, let's say sometime during 2010, we will have a very upbeat economy here, and the backbone of that economy will be the well-educated population that we have, and relatively young population. So we're not giving an inch when it comes to that. Yeah. All right, thank you. What about the Kaupthing accounts? Well, are you asking me in English? Yes. I guess so. Actually, I think the receivership for Kaupthing is busy working on making sure that they can cover all the claims. So that is not something that we are directly or personally involved with. This is a separate entity, the receivership or resolution committee, which is administering the old bank, and they are, I'm told, optimistic that they can meet, if not all, then most of the claims in the deposits area. So I hope that's true. Takk fyrir. Thank you. Við ljúkum þessari útsendingu frá blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar. Það verður sjálfsögðu fjallað meira um málið í fréttum Stöðvar 2 klukkan 6:30 í kvöld. Takk fyrir.